Já, komið sæl og verið velkomin í hádegisviðtal markaðarins hér á Stöð 2. Út komin bókin Frá óvissu til árangurs og hingað til mín komin Eiríkur Ingólfsson, einn þriggja rithöfunda þessari bók. Vertu velkomin. Takk fyrir. Ný hugsun og aðferði við að meta valkost og móta stefnu í flókinni veröld í ófyrirsjáanlegri framtíð. Þetta stendur á þessari bók. Þetta segir mér kannski ekki mjög margt. Segðu okkur aðeins frá þessari bók sem komin hérna út. Já, hugmyndina þessu kjarninni þessari hugmynd sem við erum að kynna við aðferðafræði að heimurinn síbreytilegur og breytingarnar gerast hraðar og hraðar og það eina sem við getum gengið út frá að við búum við óvissu hvernig málin þróast. Enginn getur sagt fyrir framtíðina. Þannig í staðinn fyrir að menn móti stefnu út frá því að þeir hafa einhverja ákveðna eina hugmynd framtíðina, að þá byggir þessa frá því að skoða hvaða óvissuþættir eru sem geta haft áhrif á þróunina og læra að fylgjast með þeim og móta stefnu þannig að hún geti mætt þessum mismunandi hugsanlega útkomum. Já, þannig að bókin snýst í raun ekki það að menn sjáu framtíðina fyrir sér betur heldur en kannski þeir hafa gert, heldur hvernig á að bregðast við að kunna bregðast við mismunandi aðstæðum og erfiðum aðstæðum. Já, aðalatriðið er að þetta tæki til að hjálpa mönnum til að taka betra ákvarðanir í dag. En það eru ákvarðanir þá sem að því til framsýnar að þær geta mætt mismunandi aðstæðum í framtíðinni án þess að þurfa að gera verulega breytingar á stefnunni. Já. Mér fannst þegar þið höfðu samband við mig, mér fannst eitt af því svona athyglisverðasta að þessi bók sé að koma út núna. Hún hefði í raun betur komið út fyrir kannski 2-3 mánuðum þegar allt var hér í góðu og mann hefði kannski haft notað því að lesa hana þá. Já, það má út af þessu segja það. Við byrjuðum á henni fyrir, það næstum komið 2 ár síðan að við félagarnir fórum að huga þessu. Og við komumst að því að það var ekki búið að skrifa neitt þessi fræði hér á Íslandi, þessa svokölluðu sviðsmynd aðferð. Já. Og síðan hefur það bara tekið svolítinn tíma að koma bókinni út, en það verður líka að segja til lengri tíma litið þá eru svona sveiflur eins og við erum að sjá núna kannski tiltölulega svona skammtíma atburðir. Ef við lítum til 10-15 ára þá eru kannski aðrir hlutir sem til lengri tíma á áhrif á þróun mála. Já, segðu okkur aðeins betur frá sviðsmynd. Ég ætlaði einmitt að spyrja þig þegar ég fór yfir hana og ég hugsaði að menn hljóta hafa skrifað svona bækur áður og hvernig er þessu öðruvísi? Þú segir að enginn hefur skrifað svona bók áður. Á íslensku hefur ekki verið neitt skrifað þetta ennþá, en í útlöndum er náttúrulega til fjöldinn allur. Þetta er aðferð sem hefur verið notuð í áratugi, bæði af fyrirtækjum og opinberum aðilum. Mikið notað til dæmis hjá Evrópusambandinu. En við hins vegar komumst að því þegar við fórum að kynna okkur þetta, það var ekki til neitt efni þetta hér og við höfum verið að vinna nokkuð verkefni, svona stefnumótunarverkefni tengt þessu og komast að því að það var mikill kostur að menn vissu svolítið hvað þetta snerist. Og sviðsmyndirnar eru sem sagt ákveðnar lýsingar á því hvernig framtíðin getur þróast á mismunandi hátt. Hérna búna til 3-4 svona mismunandi myndir sem að byggja á svona mikilvægustu óvissuþáttum í umhverfi fyrirtækis eða sveitarfélags eða ríkis þess vegna. Og síðan er skoðað og hvernig myndum við hegða okkur, hvers konar stefna myndi vera farsælust ef heimurinn þróast svona versus svona eða svona. Og ef þú kemur auga á hluti sem er skynsamlegt að gera eiginlega óháð því hvernig heimurinn þróast, þá er það hluti sem er greinilega mjög sniðugt að fara í strax. Svo getur komið í ljós að ákvarðanir sem virðast mjög góðar ef heimurinn þróast í eina ákveðna átt eru mjög áhættusamar ef hann þróast í aðra, en þá erum við líka búin að átta sig betur á þessu í hverju áhættan er fólkin. Já. Fyrir hverja er gott að vita svona, það er náttúrulega gott fyrir alla að kunna bregðast við mismunandi og erfiðum aðstæðum, en fyrir hverja er... Já, allir hafa gagnaði að kynna sér þessa hugsun, því þetta byggist að því átt að sjá því hvernig getur þú fylgst með þessum þáttum umhverfinu, hvað er það eins og kom fram í fréttum hérna áðan, sala á kvenfatnað er vísbending þróun í efnahagsástandi, að það eru ýmsir svona þættir, það er hægt að nota svona vísa þróun á olíuverði eða ýmsum öðrum þáttum. Og við nefnum þarna í bókinni einmitt svona lista yfir 10 þættir sem hafa áhrif á olíuverð og sumir til skemmri tíma, aðrir til lengri tíma. Og þetta byggir svolítið á því að hver aðili eftir í hvort þú ert sveitarstjórnarmaður eða stjórnmálamaður eða framkvæmdastjóri eða stjórnandi, að þú áttir að því hvaða hlutir er það í þínu umhverfi sem að myndu hafa mest áhrif á útkomuna ef það þróist mjög langt í ákveðna átt.
Og þá erum við ekki endilega að tala svona atburði eins og flugslys eða hryðjuverk eða slíka hluti, heldur til dæmis hvaða áhrif getur til dæmis hlýnun loftslags haft til lengri tíma ef þú ert í útvegi, hvaða áhrif geta breytingar í matarvenjum haft á innflutning eða þróun á veitingahúsum og svo framvegis, og hvað það sem bendir til að þróun sé að fara á stað í einhver ákveðna átt. Þannig geta allir notað sér þetta að hugsa þessar mismunandi útkomur áður en þeir taka ákvörðun. Skoða hvernig ein ákvörðun getur komið út í mismunandi myndum. Þannig þetta er raun bara gott fyrir hvern sem er að lesa. Þetta byggist mikið að því að vera góðir að búa til plan B og C, sko. Já, nákvæmlega. Hvernig fyrst af þessi bók er svo fyrsta sem kendir sem kemur út á íslensku, þá hefur þetta náttúrulega ekkert verið kent í skólum landsins? Ekki nei. Þetta er í nokkrum nágrannalöndum okkar, bæði Englandi, Skotlandi, Noregi. Ég lærði þetta sjálfur í Noregi. Og í nokkrum nágrannalöndum okkar er þetta kent í háskólum, bæði á bachelor og meistarastigi. Og þá mjög oft tengt stefnumótun, almennu stefnumótunarnámi. Og þið ætlaði að koma svo nákvæmlega inn í háskóla landsins hér eða? Við höfum verið í viðræðum við aðila hér og teljum að þetta í fullt erindi, og ég hef verið að vinna verkefni, ég býr nú í Noregi og starfa auðvitað þar, og hef verið að vinna verkefni með meistaranemum þar, sem hafa verið að nota þessa aðferð til sem hluta á sínum lokaverkefnum. Já, þannig að það var einmitt næsta spurning mín. Þið hefur náttúrulega, hvað segir það að þið eigi að skrifa svona bækur? Hvað eru þið búin að vera að gera sem að skrifið þessa bók? Þetta er náttúrulega þú, Eiríkur Ingólfsson, svo er það Karl Friðriksson, hagfræðingur, og Sævar Kristinsson. Já, þeir félagar mínir, það má segja að svona upp á þessu, þeir félagar mínir, Sævar Kristinsson sem í Netspor og Karl Friðriksson sem er hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Þeir hafa verið mikið að vinna við klasasamstarfsfyrirtækja og opinberra aðila hér á Íslandi. Og þessi vinnuaðferð, það að gera sviðsmyndir, er mjög mikið notuð víða heim, einmitt í samstarfi, svona klasasamstarfi. Og það var kannski lykillinn að því okkur fannst þetta eiga fullt erindi hingað að kynna þess aðferð. Ég hins vegar hef verið að bæði lært þetta og verið að vinna við þetta undanfarin ári í Noregi. Og okkur fannst það spennandi því að þetta hafði greinilega ekki verið kynnt mikið hér og ekki verið notað. Að sjá hvort það væri grundvöllur fyrir því, og okkur virðist nú að það sé. Já, og hvenær fór hún á markað þessi bók? Hún kom út núna bara fyrir rúmlega 2 vikum síðan, 4. desember var opinber útgáfudagur. Já, og hvernig hefur salan farið af stað? Ég vil ná viðurkenna, ég hef ekki fylgst með því svona í smáatriðum, en við höfum ekki stílað inn á jólabókamarkaði. Nei, þetta er náttúrulega. Þetta er náttúrulega kannski fyrst og fremst, við höfum kannski oft sem að svona áhuginn á framtíðinni vakna núna fyrst og fremst með 9 ári. Já. En við erum mjög bjartsýnir á söluna. Já, framan á árin 2040, 2050, 2015 getur maður planað svona langt fram í tíman og svona, getur maður brugðist við einhverjum aðstæðum, kann maður undirbúa sig þannig að maður getur brugðist með aðstæður sem eru 2050? Fyrir marg aðila þá er það mikilvægt að hugsa svo langt fram í tíman, sérstaklega til dæmis þeir sem eru í stærri orkuframkvæmdum og slíku. Það þýðir ekki að skoða markaðinn bara 5 ár fram í tíman, menn verða að meta hvernig, og það voru að fara í stærri fjárfestingar, meta hvernig er hugsanlegt að staðan getur orðið eftir 15 til 20 eða 30 ár. Ef menn er að byggja flugvelli til dæmis, þá er það ekki gert bara svona yfir nóttina. Og fyrir mjög marg aðila þá er það gagnlegt að skoða þeir sem hugsa til lengri tíma, þá eru 10 ár kannski ekkert mjög langur tími. Þetta er að mismunandi eftir greinum, en við þekkjum mörg dæmi þess að 20 til 30 ár er alls ekki of langur tími til að taka svona ákvarðanir. Örstuð, í lokin, tíminn flýgur frá okkur, það var margir farið illa út úr hlutabréfabraski núna undanfarna vikur og kannski 2 mánuði. Er þessi bók góð fyrir þetta fólk til að kunna bregðast við, og bara undirbúa sig fyrir framtíðina núna í þessari niðursveiflu? Já, það var náttúrulega að segjast að þegar það byrjaði að brenna þá voru seint að setja breykskynjarann, en svona sveiflur eru oft kannski til skemmri tíma, og þeir sem eru í fjárfestingum hugsa gjarnan til lengri tíma, og þá held ég alveg tvímælalaust gagnlegt að kynna sér þessar aðferðir og þessa leið til að skoða þróunin og markaðinn í framtíðinni. Já, hvar fæst þessi bók? Hún fæst í flestum bókaverslunum og það er Nýsköpunarmiðstöð Íslands sem gefur hann út. Glæsilegt, Eiríkur Ingólfsson, takk hérlega fyrir komuna. Takk. Sem þá gott af hádegisviðtalinu, það verður aftur hér á sama stað og sama tíma á morgun, verið þið sæl.